þetta hérna í rauninni sem sagt tákn fyrir grunnhliðið not, tákn fyrir grunnhliðið and, það svona. Og formúlan náttúrulega a sinnum b, samsæmisflón, og or hérna a plus b samsæmisflón. Þetta eru inngangar a og b. Einn inngangur a og í not-hliðið. Og hérna ætlum við að búa til not-virkni með NAND-hliði. Þá þar í rauninni einn inngangur. Þetta NAND-hlið, við erum með 2 innganga á því. Og hérna, en við erum að breyta þessum 2 inngangum í einn inngang. Þá einfaldast og stysta leiðin að bara tengja þetta saman. Þess að maður að spá í hvert maður á að tengja hinn endan, því að það verður líka að vera tengdur. Þannig að a, inngangur og svo. Þetta hérna þá not-virkni með NAND-hlið, já. Og síðan ætlum við að búa til andvirkni. Þá erum við með neitun hérna. Við erum með 2 innganga a og b. Formúlan fyrir þetta hérna væri þá a sinnum b með neitun hérna. Það ekki eins og and. Andvirknin ekki með neinni neitun hérna fyrir ofan. Þannig að við þurfum að bæta við einni neitun yfir þetta allt saman. Og þá gerum við það með því að bæta svona not við. Setjum við þetta hérna bara inn á annað NAND-hlið og þá erum við komin með það. Hérna þá svona. Þá erum við komin með 2 neitanir hérna og hér formúla rásarinnar. Hún svona. Það sem a sinnum b og 2 neitanir. Hérna sjáum við að það neitun hérna við hliðið til vinstri og önnur neitun hérna á NAND-hliðinu sem vinnur eins og not hlið og þá erum við komin með grunnvirknina. Ef við ætlum að sanna andlið á ekki að vera uppsvon þarna á hinum a, b, samsæm þá uppsvon. Nei, því að uppsvon ekki hér. Nei, þetta uppgáðið, þú veist, efst. Jú, það vantar, já, einmitt. Ok, takk. Já, það rétt. Og við skrifum bara hvernig við sönnum þetta, þá til regla sem segir að 2 neitanir yfir a saman sem a. Það þýðir það ef við erum með 2 neitanir svona, þá kemur sama merki út. Þannig að ef maður setur 1, þá breytist það í 0 og svo breytist það aftur í 1. Þá getur það sleppt þess og sett bara 4 í staðinn. Þannig að það sama hérna, það eru 2 neitanir hérna. Þú getur sagt, ok, ef við sönnum það að þetta sé andvirkni, þá getur við sagt, ok, við bara segjum að þetta upphefur hvort annað, þá setjum við bara, strykum við yfir það og við endum með a sinnum b saman sem umsvon, við erum bara að sanna það að þetta virkar eins og and, eins og þetta a sinnum b. Ok, þannig að núna skulum við athuga með or sem þá a plus b. Hvernig getum við breytt þessu þannig að við getum notað NAND-hlið í það? Jú, við þurfum að þetta formúla a plus b saman sem umsvon. Þetta formúla fyrir grunnvirknina or, það hliðtenging. Og það sem við getum gert, það að beita þessari
aðferð hérna, eða við höfum þetta verkfæri að setja tvöfaldan neitun A plus B og þá getum við haft þessa tvöfaldan neitun. Svo þurfum við að læra meina aðferð sem er kölluð De Morgan aðferðin og þá hérna brjótum við neðri neitunina hérna og breytum sem sagt plus merkinu í sinnum. Þannig að þá lítur þetta út svona A sinnum B sem sagt með neitun yfir A og neitun yfir B. En efri neitunin heldur sér. Og þá erum við komið með rás formúlu sem að segja okkur að það er hægt að tengja þetta svona upp og þá virkar þetta eins og OR. En við erum með NAND hlið af því að við erum með A sinnum B og neitun þar fyrir ofan segir okkur að það er NAND virkni og hvernig fyrir við að því þá erum við með 3 hlið hérna. Það eru 2 neitanir hérna A og B A B síðan setjum við þetta yfir í hlið, þriðja hliðið og þá höfum við þar Y þá tengjum við þetta svona þá teljum við hvort við skoðum með allar neitanirnar sjá hvort við komum með þetta allt saman það er að ein yfir A-inu, önnur yfir B-inu og ein yfir öllu saman og það eru þessar 3 neitanir hérna. Ein neitun eftir A, ein neitun eftir B og neitun í lokin og þá getum við sannað hérna að þetta sé hliðtenging A sinnum B, neitun yfir allt saman. Þá beitum við De Morgan reglunni aftur, hún virkar á báða vegu, fram og tilbaka, brjótum þessa neitun hér, þá erum við komin með A, með plus hérna á milli, B og það sem eftir stendur eru 2 neitanir fyrir ofana og munið eftir þessar reglu hérna og ef það eru 2 neitanir þá getum við upphafið þær hvora aðra og streikum við þar út hérna og þá endum við með A plus B og þá erum við bara að sanna það að þetta er hliðtenging og OR virkni A plus B. Það komum við tilbaka í þetta formúlu hér og þá skrifum við formúluna fyrir þessa rás. Þá er það A með neitun og það er sinnum í þessu hliði, það er sinnum á milli, það er rétt. Svo gefum við B hérna og neitun hér fyrir ofan og saman við Y og þá er þessi neitun hérna, hún er yfir bæði A og B hérna, neitununum og þá er þetta formúla rásarinnar, ekki formúla grunnhliðsins, heldur formúla rásarinnar. Og svo að þá er ég búinn að teikna þetta svona upp og síðan þá ætlum við að gera samskonar með NOR-hliðum. Nú erum við búin að búa til alla grunnvirknina NOT, AND og OR með NAND-hliðum. Nú ætlum við að gera þetta með NOR-hliðum áður við förum í næsta verkefni og þá fer ég aftur yfir í þetta skjal hér og við ætlum að setja þetta hérna. Já, við getum haft þetta hér. Já, og sjá. Þetta var komið svona, ég þarf að þurrka út þetta af töflunni. Þá er ég, sem sagt, þetta var með NAND, já, ok, en svo hérna ætlum ég að fara með yfir í NOR. Sjá, þá fyrir að þurrka þetta upp. Það er það svam líka. Já. Það er svo að herra og kallinn
að sko, nú gerum við það sama hér og þá búum við til náttvirkni hérna með norhliði. Teiknum við norhlið og teikjum saman inngangana. Þá er A og Y. Alveg sama hérna. Hérna erum við með grunnhliðið not A og Y hérna og formúlan er A með neitun sama sem Y. Ok, hvernig búum við til or? Við búum til or alveg eins og við byggum til hérna, já, við búum til or með norhliðum eins og við byggum til and með nandhliðum. Það er sama tengingin. Við erum bara að neita einu sinni í viðbót. Það þýðir, við erum með norhlið hérna, A og B inn á það. Sama formúla. En bara með öðruvísi merki. A plus B. Já, það var sinnum, en núna er það plus. Og svo eru tvær neitanir. Þá bæti ég við einni neitun, hér er með A og B innganga. Og svo bæti ég við neitun. Hérna. Allt gert með norhliðum. Já, það virkar það eins og or. Það plus í or, A og B. Þetta var einfalt. Alveg eins jafn einfalt og búa til andvirkni með tveimur nandhliðum. Og svo þurfum við að búa til andvirkni með norhliðum. Það er svona aðeins meira örlítið, bara sama vinna. Og við bjugum til or-virkni með nand. Nú þarf við búið til and með norhliðum. Ég ætla að taka þetta hérna út og skoða hvernig við förum að þessu. Fyrst með formúlu. Við segjum hérna A sinnum B. Þetta hérna er andvirkni og þetta er svona eins og við værum með eitt grunnhlið and. Eins og svona hlið. Y, A og B. Þetta er formúlan fyrir það. Við viljum að breyta þessu þannig að við notum þetta verkfæri sem við eigum tvöföld neitun. Við setjum það hérna fyrir ofan, þessa tvöfölda neitun. Síðan beitum við reglu sem við kallum De Morgan. De Morgan og þá fáum við hérna og brjótum við þessa hér og breytum sinnum í plus. Og neitun yfir A, neitun yfir B, efri neitunin heldur sér. Og þá erum við komin með formúlu fyrir rásina. A plus B, neitun yfir A, neitun yfir B og neitun yfir öllu saman sem Y. Þarna þurfum við þrjú hlið, við erum með þrjár neitanir. Neitun yfir A, neitun yfir B og neitun yfir allt. Og þá bara teiknum við upp. Þá setjum við þetta svona, neitun hér, fyrir ofan, fyrir A-ið, neitun fyrir B-ið, allt búið til með norhliðum. Hvað er þessi kassi sem þú ert að teikna þarna í miðjunni? Þetta er ekki kassi, þetta eru tveir inngangar. Þetta er bara tveir inngangar? Já, tveir inngangar sem eru tengdir saman. Ég bara að sýna tengingu inn á báða. Skiptir ekki máli hvoru megin það er tengt. Því að það eru tveir inngangar. Það er lágmarksfjöldi innganga á hliði. Það eru tveir. Já. Ok, það skýrir málið.
Ypsilon hérna. Við sjáum nú, ég er að fara hérna með 2 innganga inn á þetta hlið hérna, skilur við. Já. En hérna voru 2 inngangar og ég verði að tengja á saman. Ok. Myndi þetta ekki verða A, B, C og D? Nei, sko. Þessi hérna, hér kemur A með neitun inn á þetta hérna. Já. Það er þetta hér. B, það kemur B með neitun hérna og þá er það sem kemur inn á þetta hlið sem er þessa neitun hér. Þú erum komin með alla neitun. Þú ert meina að bíós neitna, ertu að spá í þá? Fyrsta tölur, þessum inngangur í byrjun Já. Hérna. Í 2. Með kassi? Þetta hérna? Já. Nei, sko, við búum til einn inngang úr 2. Við blindum með að segja, veist, inngangana. Eins og við gerum það hérna þegar við búum til not virkni. Líka með nandhliðum. Við búum til not með því að tengja saman svona. Við getum gert það öðruvísi. Við getum gert það öðruvísi þannig að í þessu hérna hliði þá myndum við tengja innganginn í 0. Sem sagt mínus spennu, eða 0 volta spennu segja og hérna væri það inngangur sem að myndi hérna ef að 0 hérna þá kemur 1 hér, ef að 1 hérna inn þá kemur 0 út þannig að þá er það líka eins og not. Já. Það er hinn möguleikin. Þetta er Ok. Ég hef aldrei séð hitt. Nei. Í raunveruleikanum þá er bara minna mála að gera þetta því þú ert aldrei að spá í og gera einhverja villu varðandi það. Þú gæti gert villu hérna ef þú myndir tengja annan innganginn á þessu hliði hérna á nandhliðinu í 0 hvað myndi þá gerast? En þá í rauninni væri þetta alltaf fast í hágeti og það myndi ekki breyta neinu. Þannig að þú yrðir að setja annan innganginn í hágeti. En bara til þess að þú gerir enga villu, þá er þetta þess að tengja inngangana saman, þetta eru bara 2 inngangar. Fan átt er eitt svo svakalega lestað á öðru hliði eða rofanum sem tengist inn á þetta. Þannig að, já, það er bara þetta að þið getið teiknað upp andvirkni með norðhliðum og orðvirkni með norðhliðum. Það er bara þetta. Og þá getum við í rauninni haldið áfram yfir í næsta kafla sem að er verkefni 2a þá. En náðu allir að logga sig inn á Multisim? Já. Hérna, setjið tölvurnar í gang og loggið ykkur inn á tölvu og farið inn á Multisim. Hvað er Multisim? Þú getur farið inn á sýndarvélina og farið þar inn á Multisim, inn á RAF forrit. En af hverju notar ekki þá bara skólavélina hérna í stofunni, það er líka allt í lagi. Þú mátt það líka sko, það er ekki bannað. Hvort förum við inn á... Ekki neitt. Ok. Eilegt á. Þá hérna byrjum við á verkefni 2a og með Multisim og Logic Converter er 10. tækið ofanfrá hérna, hægra megin á skjánum. Við erum búin að opna Multisim og við staðsetjum það svona ofarlega fyrir miðju kannski eitthvað sleiðis. En við ætlum að fara í ákveðið verkefni hérna og hérna við getum fengið fram hérna sannleikatöflu á þessu tæki sem er kallað Logic Converter. Tvísmellum á táknið
af logic converter þá kemur fram svona svunta eða flötur þar sem við getum valið sem sagt hversu marga bita við ætlum að hafa í verkefninu og þessi mynd sýnir okkur hvað við veljum hérna A, B, C og D af því að við ætlum að fara í þetta verkefni hérna þar sem stendur fyrir neðan myndina lýsing 4 rofar eru tengdir við ræsibúnað rafmótors þannig að mótorinn fari í gang ef 2 eða fleiri rofar eru virkir, gefa samband, eru á og útgangurinn á sannleikatöflunni það er þessi hérna lengst til hægri dálkur og settu útgang á sannleikatöflunni þannig háan út þegar 2 eða fleiri inngangar eru háir. Ok, við fáum hérna dálkana fram eða þessa bita með því að smella á þessa bókstafi eða á hérna hringina fyrir ofan bókstafana A, B, C og D og þá sjáum við hvað með talningu frá 0 og upp í 15 það er akkurat það sem getur talið upp í þegar við erum með 4 bita og útgangurinn hérna þar sem spurningamerkin eru og þá förum við bara í það að skoða hvar erum við með 2 bita sem sagt til dæmis hérna fyrst C og D með hátt gildi það er 1 hérna báðir spurning, ég held ég geti ekki stækka þetta ekki nema, já, ég stækka bara rásirnar en ekki þennan flöt hérna ok, þannig að ef við smellum á spurningamerki þá breytist það í 0 og við höfum þá fyrstu 3 staði á útgangunum 0 þegar við erum búin að telja frá 0 upp í 3 komum upp í 3 hérna þá er háttgildi bæði á C og D þar smellum við 2 sinnum á útganginn þar kemur háttgildi þannig farið að þessu næst kemur 0 það er bara 1 inni það er bara B inni og svo þegar við erum komin upp í talningu hérna upp í 5 þá er það B og D það eru 2 rofar inni þá setjum við háttgildi þar líka hvað þarf að gera það? 1 já, ef að 2 rofar eða bæði hérna í sömu línu er hátt á báðum stöðum þá gefum við háttgildi þá smellum við einu sinni á spurningamerki þá kemur 0 og aftur á 0 þá kemur 1 skiljið og ef við ýtið oftar á þetta þá kemur X það bara farið aftur og þá fáið við 0 og svo 1 það er bara að ýta nógu oft þannig til þið fáið rétt og hér erum við komið með 3 í 7 þá hérna það er það sama það eru 2 eða fleiri með háttgildi þá setjum við háan líka þar og í 8 það er bara 1 biti eða 1 rofi inni þá er 0 næst eru 2 það eru fleiri en 2 og þá var 1 já, þá er það hátt út já. Það eru 2 eða fleiri líka með það 3 efstu já það stendur hérna 2 eða fleiri rofar hérna í fyrirmælunum já, það er alveg klárt ef það eru 3 þá höfum við líka háttgildi út svo að mér sýnist að það sé bara eftir 9 þá er bara háttgildi allstaðar á útganginum því það eru fleiri, 2 eða fleiri og það sem við gerum næst það er að láta þennan logic converter vinna fyrir okkur þá
þá skoðum við hérna aðeins fyrirmælin hérna. Við ætlum að fá fram einfalda formúlu út frá sannleikatöflunni. Nú erum við búin að fylla upp í sannleikatöfluna eins og við ætlum að láta hérna, virknina vera út af þessum 4 rofum. Og þá hérna, smellum við á conversion 3. Það þýðir sem sagt, sjá hérna stendur conversion fyrir ofan alla þessa rofa. Og þetta þá 3. rofin ofanfrá, skiljið. Það stendur hérna simplify eða SEMP. Þá fáum við sem sagt, frá sannleikatöflu yfir í formúlu. Ef við smellum á það, þá þetta einfalda formúlan. Og við ætlum að taka afrit af þessari formúlu. Bara veljum við alla formúluna og setjum hana hérna þar sem stendur formúla. Stendur hér kemur einfalda formúlan. Og þá skellum við henni hér og segjum þetta sama sem Q1. Það þýðir að ef að A og D inni, eða A og C, eða A og B, eða B og D, eða B og C, eða C og D, þá útgangurinn hár. Þarna setjum við formúluna og síðan koma hérna inn fleiri verkefni svona hérna fyrir aftan. En næsta sem við gerum í þessu verkefni, það að fá rás með grunnhliðum. Þá það gert með því að smella á hérna, conversion 5. Það þá 50 rofin ofanfrá. Þá tekur hann í rauninni formúluna og breytir hérna yfir í grunnhlið. Ef við smellum einu sinni á þennan rofa, þá fáum við fram hérna rás með grunnhliðum. Við tökum hana bara og setjum hana inn í verkefnið. Þannig að með því að velja hann alla hérna, við þurfum ekki að nota snipping tool. Mjög lítið sem við þurfum að nota snipping tool í þetta. Ef við tökum rásirnar, þá koma rásirnar bara beint með því að kópera svona yfir. Ef við þurfum einhverja mynd úr einhverju tæki, þá þurfum við að nota snipping tool, en ekki svona. Sem bara veljum þetta allt saman, segjum copy, og þá kemur rásinn hérna undir B-lið. Svo get ég náttúrulega minkað hana í og sem sagt ég þarf í sjálfsögðu ekki á henni meira að halda hérna, ég get bara tekið henni út. Þú kópíaði þetta? Já, ég bara vel alla hlutina og bara Ctrl+C. Það kemur bara Já, heyriði, hvernig það? Þið eru náttúrulega að vinna í annarri vél. Ef að þið eru með fartölu. Já. Það er að downloada snipping tool. Þá verðið þið væntanlega að nota snipping tool. Getið ekki valið alla rásina í sýndarvélina og fært hann yfir. Nei, því þá verðið að nota hérna, minnið í sýndarvélinni sem þið náið ekki að... Það bara snipping tool.
þá er bara að nota snipping tool í þessu tilfelli. Já. Ef þið hefði verið á vél skólans, þá hefði þið gert þetta beint. Ok, en allavega þá vitið þið hvernig þið þurfið að gera þetta heima. Það er gott að vita það. Já, við þurfum ekki að safna þessu saman þarna. Svo fáum við fram NAND rásina. Þá er það bara að smella á neðsta takkan við Conversion 6 og hún segir að þetta er dálítið stórt, kemst ekki fyrir. Ok. Hvað gerir þú núna? Já, ég Já, ég valdi NAND, sem það er Conversion 6 og til þess að ná þessu öllu þá var ég að stækka aðeins gluggann hjá mér. Ó, það er ekki lengra. Ok. Sittur þú svona NAND í verkinu eða? Já, býtu við, ég ætla að sjá hvort ég er nokkuð með þetta hérna. Þú var að delete hinn? Já, hreinsa það bara hitt út. Ég prófa þetta aftur. Sjá hvort hún kemst ekki örugglega fyrir hérna. Jú. Ef ég hef þetta aðeins minna, þá næ ég þessu öllu saman. Og bara velja allt saman, sem sagt, og copy, annars verður það að taka þetta í snipping tool ef það er ekki á skólatölvunum. Þá setjum við þetta yfir í verkefnið. Svona. Þannig er rásinn eingöngu með NAND-hliðum og hérna þurfum við að vera með tvær mismunandi gerðir á rásum, sem sagt með NOR og með OR-hliðum, grunnhliðum og AND hins vegar. Spurning hvort það er einhver sparnaður í þessu. Sjá. Það eru 4, 1, 2, 3, 4. Ég þyrfti að hafa 4 rásir hérna með NAND. Hvað þyrfti ég að vera með? Ég þyrfti að vera með 2 AND og 2 OR. Þannig að þetta er eiginlega jafn mikill fjöldi af AC-rásum sem við þurfum. En það er kannski auðveldara að tengja á milli með því að vera með NAND. Þetta bara svo vel eða hvað? Já, það er, svo núna, þá setjum við upp stigarit sem þá erum við aftur að fara tilbaka í svona það umhverfi sem við þekkjum kvöldi betur. Við ætlum að teikna stigarit eftir formúlunni í A-lið og sem endar þá á útgangi Q1 og við ætlum að setja þetta í hérna sem bara nýtt og hérna er formúlan. Þá hvernig setjum við þetta inn í þessa formúlu hérna inn í stigarit? Sko, já. Strákar, hvað þýðir plus? Veist það ekki? Það þýðir hliðtenging. Ef það er ekki neitt merki á milli, þá er það sinnum, það er raðtenging. Þannig að ef við segjum að við erum með 4 rofa rofa inn á töluna, rofi A, B, C og D, þá er inngangur 1 fer í A og svo koll á kolli, B er þá inngangur 2 og svo framvegis. Þannig að hérna
getum við sagt, hér er ég með A, þetta er inngangur 1, ég merki það bara strax sem A. Opniði hérna Bikosoft forritið og setja þetta inn. Þetta er sá A. Síðan raðtengist B við þetta. Þá væri það 4. Setjum D þar og það er útganginn Q1. Og þetta á allt saman að vinna alveg eins. Svo getum við farið í sannleikurtöfluna og skoða hvernig þetta virkar allt saman. Næst er það A og C. Þá setjum við hérna A og C. Þá er það í 3. Og svo kemur A og B. Og svo framvegis B og D. Og hliðtengingin er hérna, það er sem sagt, það er plúsinn. A og D eða A og C eða A og B eða B og D. Svo kemur eða B og C. Skiptir einhver máli þá maður sé með eitthvað sem heitir það sama, eins og með I4 tvisvar? Það er D-ið hérna, sem Já, sagt. D, sorry, já. Það er allt í lagi. Við getum að skrifa rofana, inngangana eins oft eins og við viljum inn í stigaritt eins og við þurfum. Svo C og D, síðast hérna. Þarna höfum við alla þessa möguleika. Og þá er þetta, það eru 6 sem er svo hliðtengt. 2, 3, 4, 5, 6. Já. Og endar í Q1. Þannig að við getum sem sagt farið alveg í gegnum alla þessa rofa hérna, alla sannleikurtöfluna og tékkað þá á því hvort þetta sé alveg rétt. Við sjá hvernig roðanir eru, þeir eru náttúrulega bara að vera af á allir. A, B, C, D. Og þá getum við farið bara eftir sannleikurtöflunni. Já. Hérna C og D er efst. C og D. Það tengist hérna.
B og C. Og tengið það hér. Svo B og D. Það er hér. Síðan A og B. Og svo A og C. Og hérna svo A og D. Já. Þá erum við búin að útbúa rásina með grunnhliðum, með nandhliðum og með stigariti. Tek hérna mynd af stigaritinu og set inn í verkefnið. Það er líka hægt að copy-pasta þetta yfir sko. Já, Er það hægt? Já. ég hef ekki prófað það. Það fer lengst til hægri með hérna pennan. Það er bara rétt fyrir utan ef við línum hjá Q1. Eins og hérna. Já, þegar það kemur pennin upp í staðinn. Já, svona, já. Fyrir utan svo sko. Já, Það þú ýttir þar. Já. Það er svart. Það ætti að fá svart. Ég fæði það svart, en ef þú hendur því inn. Þú verður að hægja svona. já það þarf maður að highlighta þetta. Ok. Já, ok, hann byrjar hérna. Ok, það ég verður að byrja hérna efst uppi. Eða hérna neðst niðri. Ó, já. Og getur þú tekið þetta þegar þetta er í gangi? Það var það að drepa á þessu. Já, ég ætlaði að taka þessa mynd sko með eitthvað sem sagt. Það þarf að vera í gangi á myndinni? Nei, ég bara stundum þá tekum maður mynd þar sem. Ég náði því sko, við vorum bara að vera á þessari þunnu línu hérna rétt fyrir utan alla leiðina niður. Já, Við vorum fyrir utan. jú, þarna náði þessu. Þá segi ég copy hérna, sjá hvort það virkar. Ég er ekkert viss að. Ég var nú að copy-pasta það yfir þetta var. Já, ef það er slökkt á þessu. Ég er ekki viss að gangi þegar það er kveikt á því. Þá, jú, það er bara það. Það kemur allt saman. Ótrúlegt. Það kom. Ljómandi, þá er það búið að prófast og gekk vel. Og þá höldum við áfram í næsta lið hérna í verkefninu. Og við ætlum að setja hérna upp næstu rás í Multisim og einfalda hana. Við höldum áfram að nota Logic Converter. Við getum tekið hérna úr gangi hérna Microsoft, vista rásuna eða eitthvað. Þeir eru aftur að gera þarna 1 og 0 þarna í útgangi. Nei. Við hérna leitum að þessum hliðum. Nú hérna ætla ég að koma með Multisim aftur hérna. Það er að stækka aftur upp eða breyta því. Æða þessu út og ég ætla aðeins að stækka þetta svona. Ok, hvernig kemur þetta út?
Já, ok, þetta var alltaf stórt. Sjá. Svona, ætli það sleppi ekki svona. Og ég ætla að útbúa sem sagt, sko, til þess að eyða út á þessa töflu þá getum við í rauninni smellt á bara, já, bara tekið, smellt á alla hringina hérna fyrir ofan bókstafina og þá verður taflan tóm og við getum eytt þessu út. Og þannig að nú ætlum við að finna þessi hlið. Við ætlum að ná í not hlið til dæmis hérna. Þá veljum við, það í rauninni má segja sér sama hvar við smellum á hérna en ég myndi kannski velja hérna til dæmis place CMOS og þegar við komum með þetta þá veljum við hérna að leita í þessu. Það er hérna fyrir neðan OK takkan þá er close og svo kemur search. Ég ætla að leita hérna að rás sem að hliði sem er not hlið og skrifa ég sem sagt í línuna sem stendur hérna component. Bendillinn hann kemur alltaf í function en ég þarf að færa hann upp í einni línu upp í component og þarna skrifa ég not. Ég ætla að leita að not, smetla á search og þá kemur hérna not fram í search result og svo segja OK á þetta og þá sé ég hérna í glugganum symbol að hér er ég með not hlið og ég segi OK og ég staðseti það hérna fyrir neðan. Næst ætla ég að leita að nandliði og þá segi ég bara aftur hérna search, smelli aftur á search takkan. En hérna það kemur ekkert upp með mér, það kemur bara eitt not. Já, ef að þú getur líka hérna hreinsa út úr component, það getur verið að það sé eitthvað fast þar eða þá valið hérna nand 2, þú getur bara smelta það beint. Það er líka möguleiki. Í staðin fyrir að fara í search aftur hérna. Já, nand 2 inngangar. Þýðir það. Og þá smeltum við bara OK. Og þá getum við klárað að staðsetja þessi. Svo segir bara aftur OK, það er sama táknið. Og já, þetta er einhvern veginn svona. Og þá er bara eftir að tengja þetta upp. Loka. 3 nandlið. Já, ef þú vantar nandlið, þá smetla bara hérna á til dæmis place CMOS. Place CMOS og smetla þar á search takkan, fara með bendilinn einni línu ofar í component línuna og skrifa þar NAND, N-A-N-D. Smetla svo á search. Þá fáum við 2 innganga NAND, það er NAND 2. Hvað varst í? Ég fór í hérna place CMOS. Place CMOS fyrst. Svo þetta er bara mann. Já. En við fyllum ekki út sannleikatöfluna því að hérna, þetta tæki, sem sagt, Logic Converter, gerir það fyrir okkur. Þeir eru búin að tengja rásina. Eru allir komnir með þessa íhluti? Já. Ha? Nei. Sko, þeir sem eru komnir með þetta, þeir getur bara verið að tengja þetta upp, það farið bara við endan á línunum og svo kemur og smellið niður til þess að tengja sem sagt, þeir komin á endan. Sannleikataflan, hún fyllist ekki sjálfkrafa hjá mér. Nei, hún á ekki að fyllast sjálfkrafa, þeir verða að smella á, sem sagt, eins og stendur í þessum liðum, byrjar á A. Já. Ok,
Þá tengi ég þetta upp. Þannig að við klárum að tengja þetta upp og athugum hvort að við getum búið til eitthvað einfaldari rás. Sjáum hvort að Spjótið sem eitthvað lesið. sko sem sagt C og D kemur hérna. Það er þetta aðeins pláss hérna. Hérna er C og D, hérna er A, B, C og D og útgangurinn hér, hann kemur lengst til hægri þegar það er að útgangurinn að tengjast í Logic Converter. Nú á þetta tæki, Logic Converter, að geta sýnt okkur hérna sannleikatöfluna. Þá smellum við á efsta takan hérna, Conversion 1. Ný sannleikatöfla. Kemur þetta rosalega fín sannleikatöfla með útgangi. Svo hefum við að smella á Conversion 3, þess að einfalda. Og þá kemur ákveðin formúla. Úps, hún er svona lítil miðað við hvernig þetta var áðan. A með neitun, sjáu þið. Þetta úrfellingamerki hérna sem að fylgir A-inu, þetta táknar neitun. A not. Já, þessi koma hérna. A not sinnum B plus C sinnum D. Og tökum við þá formúlu, copy, og setjum hana hér. Hér kemur einfaldaða formúlan. Svona, eigðum, hvað fór mikið hérna? Fór alveg hálfu hanglengurinn. Já. Þarna kom þetta. Svona. Þarna kemur hún. Já, með neitun. Í formúlu, ef maður setur inn formúlu, sko, ef maður setur inn formúlu, þá þarf maður að segja insert. Ég sé það ekki hérna, ég þarf að stækka þetta upp. Insert. Home. Nei. Það er lengst hérna til hægri, já. Insert equation. Smellir bara hérna insert equation, þá kemur svona kassi. Þá getur maður sett inn. Ég er bara að tala hérna mótt í hérna píkokortinu, hérna í kommenti þar. Það er ekki hægt. Eða hvort það er bara á mótt hérna í einum. Það er nóg. Já, sko neitunin í þættinum sjálfum, það er alveg nóg, skilurðu. Já, en þetta með því að setja hérna, kalla ascent, með því að setja eina hérna svona neitun, þá getur maður skrifa þetta líka svona. Sjáu þið hvernig þetta væri skrifa þá inn í equation editorin, en við þurfum ekki að gera þetta. Það er bara að sýna ykkur hvernig væri hægt að sýna þetta í þessu hér. Svona. Þannig að þessi A komma þýðir í rauninni svona neitun. A not. Þetta er A not. Svo kemur B. Og svo er það C og D. Svona. Þetta er alveg sama. Neitun fyrir ofan A er þessi A með þessari kommu eða áherslumerki eða hvað sem þetta er. Svona.
Og síðan ætla ég að fá rás með grunnhliðum eftir þessa einfölduðu, já, eftir einfölduðri formúlunni. Þá fer ég yfir í forritið og smelli á Conversion 5. Þá fæ ég grunnhliðin hérna. Og vel það hér og set það hérna fyrir neðan, rás með grunnhliðum og síðan rás með nandhliðum með Conversion 6. Aðeins að minnka þetta. Já, ég þarf ekki að meira þessu halda, þá hérna fæ ég aftur smelli á Conversion 6 og fæ rásina með nandhliðum. Þetta er alltaf jafn mörg hlið en núna erum við eingöngu með nand. Það sáu það að notthliðið breyttist þannig að þetta tengist svona saman. Fyrsta notthliðið breyttist í samtengda innganga á nandhliði og við setjum það hérna undir lið C. Já, og síðan hefur við að teikna stigarit eftir formúlunni í A-lið sem endar á útgangi Q1 og setjum það hérna fyrir neðan. Já. Og þá sjáum við hvað þetta þýðir í rauninni. Í og 3 eða eitthvað? Já, ég fannst það sá. Við höfum hérna þessa mynd. Já, við búum til nýtt stigarit eftir þessari formúlu. Þá er A með neitun, já. Já, þú varst að gera þetta áðan. Já, ætlum við annarkvæmt að gera það svona eða að vera með rofan með neitun. En ég held að við getum... Já, þetta er með neitun. Þá er þetta A. Þá er þetta A. Síðan gefum við B. Og síðan kemur E eða C og D hérna fyrir neðan. Q1 er útgangur. Eða C og D. Hvað loka það undir á þessu á? Svona. Og tökum þessa mynd þá hérna. Já, við setjum þetta í gang. Tökum þetta bara svona. Já. Ef ég tek kópíu af þessu, hvað gerist þá? Jó, þú virkar. Nei, þú settir í þessu, þú vantar einn. Já. Vantar hérna. Ha, hvað er ekki neitt? Hérna. Paste options. Ok, kemur ekki með paste options. Já.
held að ég... Hvernig á þetta að virka í skildi? Það virkar rauninni þannig að ef þú ítir bara á B, þá kemur Q-inn, eða þú eru að íta á C og D, þá kemur Q-inn inn. Þannig virkar þetta. Svona. Þetta er að vinna alveg eins og hinnar myndina hérna. Þetta sjáum við hérna er andvirkni sem sagt. Það er bæði C og D hérna. Verður að vera inn á andliðið. Sko, hvað er A, B, C, D? Þetta er rofar. Getum við hugsað okkur. Getum við ímyndað okkur. Þetta eru rofar sem við getum stjórnað einhvers staðar frá. Og útgangurinn kemur inn ef að báðir rofarnir C og D eru inni eða ef A er ekki inni og bara B. Ok. Er ekki verið að sko með? Já. Ég ætla að taka fyrir síðasta liðinn hérna, þá bætist við neitun hérna. Það er ekki svona. Þá fær ég bara formúluna til þess að klára þetta. Ég smelli hérna á efsta táknið og þá fæ ég þessa formúlu hér sem að kæmi þá út hérna og hún kemur þá inn í formúlu hérna og hérna ætlum við að búa til þá stigaritt til dæmis svona út frá þessari formúlu. Gerum það snöggvast, þá tökum þetta hér, nýtt, eða við getum bara breytt þessu hérna, þá er það A með neitun, svo kemur B, það er bara venjulegt, það þurrkar þetta og þetta, já ok, ég þurfti ekki að taka þetta út, ég get tekið þetta út og A, B og C kemur það hérna, 3. En svo ætlum ég að búa til svona millitengingu með innri útgangi. Við nota M1, M er marker, hann tengist bara innan vélarinnar, ekki með, við getum ekki skrúað vír út frá M1, út frá vélinni. Snertu úr M1, set ég svo hérna og þegar að þessi 3 rofar gefa samband þá, eða ekki náttúrulega A-ið, ef B og C gefur samband, þá er M1 hár og M1 gefur samband og þá bara vantar merki frá V4 eða D og þá getur við gefið samband út á Q1. Svona, þetta er rásinn. Með innri útgangum þá búum við til alls konar virkni og með því að nota þá líka spörum við að þurfa að nota ytri útgangana í einhvern óþarfa. Þetta erum við með þá hérna. En svo klára ég það sem átti eftir að gera hér í Multisim. Það var að fá rás með grunnhliðum já. Svona. Setja hérna inn. Og rás með nandhliðum.
svona. Og þá setjum við stigaritið hérna neðst. Við prófa þetta. 2, 3 og 4, svona. Já, ég get líka tekið rófana með. Svona og svona. Þá segjum við verkefni 2a sé búið.